Þjóðin kemst ekki í gegnum skuldaklafan án þess að afskrifa, segir bankastjóri Nýja Kaupþings. Málefni 1998 eignarhaldsfélags Haga sem skuldi tugi milljarða séu enn til skoðunar og að fyllsta jafnræðis verði gætt við lausn á skuldavanda fyrirtækja. Sverrir Jónsson, tveggja barna fjölskyldufaðir, segist hafa íhugað sjálfsvíg eftir bankahrunið og atvinnumissi. Hann spyr hvar skjaldborgin sem slá átt heimilin í landinu sé eiginlega. Við hittum Sverri og Björk, eiginkonu hans, á dögunum og þetta er saga þeirra. Allir byrjaði í mars, náttúrulega verðbólgan fór á stað, eins og allir þekki. Það var raunverulega skuldbindingar sem við töldum að við hefum ekki stofnað til. Þannig að við vildum náttúrulega fá þennan lögfræðikostnað og annað út. Menn lifðu hátt. Nú er klukkan 2:10 og við höfum ekki fengið neitt matarhlé, það hefur ekki verið gert hlé á fundunum svo að þingmenn geti matast. Ég er rosa reiður, alveg ofboðslega reiður. Vegna þess að ef ég hefði skítið alfarið sjálfur upp á bak, þá myndi ég fara fyrir fram á bakspeilin og segja, helvítis fíflið, þú klúðrar þessi málum. En í sjálfur sér þarna koma ákveðnir orsakavaldar inn í þetta dæmi sem ég get ekki nokkuð haft að áhrif á og ég er rosalega ósáttur við það. Og raun og veru ég er rosalega ósáttur við það að venjulegt fólk eins og við, 4 manna fjölskylda, sem hafa hingað til borga sína skattur og skildur, ekki verið að reyna að fela eitthvað með einhverju stofnum einhverju eignarhaldsfélag, við höfum ekki skotnundir eignum með neitt svoleiðis. Við erum tekin og við erum gjörsamlega hengt og meðan aðrir komast um. Þannig ég er rosalega reiður. Ef að æsi verður vandamál, það eru hverfandi líkur að mínu mati og það er hægt að ræða það. Jafnvel mætti á þeim fundi ræða tilhögun fundarhlé, þannig að nú er svo að það er löngu liðinn mattími en við getum kannski séð fyrir okkur hér í kvöld ef að á að funda hér fram á kvöldi það sé hvort það verður þá ekki örugglega kvöldfundarhlé og svo framvegis. Gaumur fékk samtal 632 milljónir evra að láni frá gamla Kaupþingi en sú upphæð nemur 116 milljörðum króna í dag. Bankastjórinn leggur áherslu á að skuldurum verði ekki mismunað. Það er eitt af því sem að við ætlum okkur að leggja til grundvallar, það er að jafnræði sér gætt og sanngirni og ég vona að okkur takist þessi okkar störfum að framfylgja því. Það er alveg ljóst og ég hef nú sagt það oftar að við sem þjóð munum ekki komast í gegnum þennan skafl nema að horfast í augu við einhverjar afskriftir í einhverjum tilvikum. Ég upplifi mig sem einstakling sem er orðið úrrak. Ég hef aldrei hugsað peninga þannig. Og þegar þú ert að ég er búin að fást við svo stórar tölur í svo langan tíma þá verður þetta líka bara tölur á blaði, skilur. Svolítið svona, ekki beint óraunverulegt en þetta verður svona tákmyndir en ekki kannski beint svona peningatákmyndir. En það hlýtur að vera alveg makalaus undantekning að forseti hæstvirtur skuli ákveða það að fella hér niður matarhlé þegar engin fyrirmæli er ennþá til það hversu lengi fundur eigi að standa. Þú sagðir í bítuna að þú hefðir jafnvel á einhverju stíginu íhugað sjálfsvíg. Já, ég skal játa það, ég hef gert það. Þetta er náttúrulega mikið óvissa að maður veit ekki einu sinni hvort það er matarhlé og hvort það er hvort það er að vinna til klukkan 5 eða til klukkan 7 eða 8 eða til 12 eða til 2 eða 3 eða hvað. Þess að ég er orðið mjög rosalega reiður. Þannig að ég veit ekki hvað ég myndi gera ef ég hefði tækifæri að hitta einhvern sem einstakling einan í bakherbergi, Hvaða tilfinningum myndi brjótast fram þrá. En þú veist, vonandi náttúrulega heldur maður haus. En það sem eina sem maður er raunverulega að fara fram á er að fá sanngjarna meðferð og það sé gætt jafnræðis. Lilja Mósesdóttir, formaður viðskiptanefndar, segir að bankarnir fari ekki eftir samræmdum reglum og lögum afskriftir. Þetta hafi komið fram á fundum bankamanna og fulltrúa eftirlitsstofnana með viðskiptanefnd. Og hann undrar sig líka á því hver rólegir Íslendingar séu í tíðinni að taka á herendum hrunsins, sem kannski sé ekki stærri hópur en 30 manns. Víðast hvar annars staðar í heiminum hefðu einhverjir tekið sér fyrir hendur að koma þeim fyrir kattanef, væru þeir ekki komnir á bak við lás og slá. Hann tók fram að þetta væri ekki sín óskhyggja, heldur kalt mat.
Hér byggju Íslendingar trúlega að jákvæðum skorti, það á stríðshefð. Hér hefur verið ítrekað farið fram á það að eðlilegt matarhlé sé gert á þingfundi og forseti ákveður það, hæstvirtur forseti ákveður það að misbeita valdi sín. Og þetta vill Sverrir segja við stjórnvöld. Farið út úr þessu fílabeinsturninum og farið að tala við fólk, veist. Og sko, Ísland að brenna og við sem að reisa Ísland þar sem við fólkið, veist, þið verða að sinna okkur. Þið eru búin að ákalla okkur það með að hækka skatt og allt sem því tilheyrir, gott og vel. Nú erum við búin að senda ákalla ykkur, en þið heyrið ekki neitt. Mælu nú reyndar með því að forseti gefi þá kannski þingflokksformönnum eitthvað að borða og nýti þá tímann sem að þeir funda. Allavega finnst mér ekki veita af að til dæmis að þingflokksformaður okkar Sjálfstæðismanna fái sér aðeins matarbita og hún veitir ekki af. Nú Hannes Smárason fyrrverandi útrásarvíkingur krefst 1200 milljóna króna úr þrotabúi Landsbankans. Náinn samstarfsmaður félagsmálaráðherra vill yfir 200 milljónir króna. Steinþór Gunnarsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri Verðbréfasviðs, fer fram á rúmar 490 milljónir króna. Þá fer Yngvi Örn Kristinsson, fyrrverandi yfirmaður Hagfræðisviðs og nýráðinn sérlegur ráðgjafi félagsmálaráðherra fram á tæpar 230 milljónir króna. Það slær þó engin fyrrverandi útrásarvíkingnum Hannesi Smárasyni við, en Hannes gerir kröfur upp á tæpar 1244 milljónir króna. Enginn vill í raun og veru kannast við neitt og allir kenna öðrum það finnst mér alveg sérstaklega ábyrgandi. Og upplifðu þeir að þeir raunverulega hafa ekki borið neina ábyrgð á þessu hruni? Þetta bara öðrum að kenna, allt öðrum að kenna.